og við erum að taka upp. Já. Ég byrjaði fyrir löngu að taka upp nefnilega. Ok, velkomin í Sorgarkastið. Takk. Ánægð að fá þig. Takk fyrir. Viltu segja mér aðeins frá þér? Já. Já. Ég var ekki búin að plana að segja frá sjálfri mér. Nei, það er ég búin að hugsa allt annað. Halsalega. Já, ég heiti Guðrún Ásta og ég er 35 og ég er 2 barna móðir. Ég á 2 börn sem er 11 ára og 9 ára og já, sem sagt átti með manninn mínum sem lést fyrir ári síðan. Hann lést 20. mars, þannig að... Þegar við erum að taka þetta upp núna, þá er bara búið að vera nýkomið ár í rauninni. Já. Einmitt. Og hvað hét hann? Hann hét Bjarki. Ok. Já. Ég var byrja á því að mig langar að heyra bara svona, kannski hvernig þið kynntust. Oh my god, já. Við kynntust náðilega bara... svolítið svona á djamminu, sko. Já, það er eiginlega best. Já. En, já, við áttum samt alveg svona, hann fæddur upp á Stokkseyri og ég átti svona miklu rætur á Selfossi, þannig að við áttum svo mikið að sammeilja vinum og svoleiðis og svo kynnust þau bara eitthvað svona, já, það var í rauninni, ég man eftir fyrst þegar ég hitt hann, fyrst þegar ég tók eftir honum. Það var þegar við vorum í partíi hjá vinkonum minni og hann var rosalega stór, rosalega hávaxinn, hann var alveg 2 metrar og hann mætti hana ógeðslega drukkinn og labbaði inn í húsið og rakst svona í hurðakarminn og hurðakarminn datt af á eitthvað svona, einhvern vasa sem að brotnaði og mér fannst þetta ógeðslega fyndið. En svo pældi ég ekkert í þessu og í honum neitt og svo bara hittistu eitthvað aðeins setna og það var einmitt í einhver svona fíblagangi og svo bara fórum við að hittast nokkuð svona á djamminu og fórum saman heim og þetta gerist mjög hratt, sko. Við vorum bara þetta gerist náttúrulega, ég er bara 19 ára eða eitthvað og við erum bara nýbyrjuð að kynnast hana og hann sendi mér skilaboð og ég var svona heitt í magan og hann býði mér á date og þú veist, og það var mjög bara eitthvað, ég bara eitthvað, hvað er þetta að tala drengur, bara, það var engin svona menning og hann fer með mér sem sagt hann býði mér date og við förum og ég veit ekki hvað hann fara að gera og hann kemur að sækja mig og við erum að fer með mig á út á Bjarg í Þorlákshöfn með byssuna sína og fyrir með mig að skjóta. Ok, bara fyrsta date. og það var mjög gaman og svo fórum við eitthvað í Blálónið og fengum okkur að borða og vá, hvað þetta er grannt. Ég veit það. Já. Og við vorum líka bara pínlítil og það var enginn eitthvað að fara að date. Hvað er þið gömul? Þannig er ég 19 og hann 21 eða eitthvað slags. Já. Ok, og eru þið síðan, þið eru bara saman hana upp úr þessu og eignist 2 börn saman, eins og þú sagðir. Já. Flytjum saman í Þorlákshöfn, hann er að eiga körfubolta þar og vinna og ég er bara í fjarnámi að klára á menntaskólann og svo bara varð ég ófrísk 2 mánuðum seinna eða eitthvað. Þannig að sem var ógeðslega fyndið, það var ekki óvart, sko, við vorum náttúrulega bara aðeins og gottvís. Já, einmitt, bara ógeðslega spennt. Bara hei, ég feignast barn, já, góð hugmynd, svo bara. En nú er ég náttúrulega mjög ánægð að hafa bara keyrt þetta fram, sko. Já, akkurat. Og þannig að þið eigi þessi ár saman bara og eru einmitt bara orðnir foreldrar saman og búin að vera saman svona í gegnum þessi ár þar sem maður er svolítið bara og fatta hver maður er og allt þetta einmitt. Og eru kannski bara svona byggja upp ykkar líf einmitt. Og hvað gerist síðan? Hvernig fáið að vita af þessari greiningu hjá honum? Einmitt. Við erum bara að lifa lífinu eins og fólk gerir og erum frekar snemma að eignast börn og ég er í skólanum og klára skólan og hann fer í háskólanám og klára það líka og
og hann alltaf búið að vera rosa mikið að gera hjá okkur og erum svona einhvern veginn eignast börn og vinna og í skóla á saman tíma og svo var þetta komið bara svona og byggja hús og svo erum við loksins svona að komast á einhvern stað þar sem við erum bara jæja, ég kannski að fara í sumarfrí í sumar þú veist, gera eitthvað annað en að vera bara crazy þannig að við vorum alveg búin að taka svona tímabil þar sem við vorum eitthvað bara ok, við þurfum aðeins að endur hugsa lífið okkar, skilur bara við vorum bara búin að vera á 1.000.000 og þú veist og það er að gerast þannig bara rétt áður en hann greinist sko svo en þú veist lífið ókslega svona gott og hann bara komin á svo góðan stað og já, alls konar búið að ganga á og svo bara hann með þess að og greindi með Crohn's þannig, svona meltingasjúkdóm Jú. En það var svo sem alltaf búið að vera svolítið skrítið, þeir alltaf bara fundið einkenni í ristlinum en yfirleitt Crohn's svona dreifir sér alveg upp í meltingafærin meira en hann var með mjög svæsin einkenni sko og var búin að prófa einhver lyf og þá komið svona á þann tíma að við vorum að hugsa að vera stóma og svo, já, það var svona komið á þann stað og svo förum við út til Marrakech í, ég man ekki hvort var október eða nóvember og þá komum heim þaðan og hann fær bara rosalega mikið í magan og við þá náttúrulega strax skrifað á þetta ferðalag og hann fær einhver ormalyf og eitthvað svoleiðis. Já, þau halda að sé eitthvað tengt þessu að fara þangað til Marrakech. Já, og það hafði alveg margir fengið matreiturinn úti og þú veist þannig að byrja á því og hann fær það og svo svona eins og það hérna aðeins og svo þú veist eins og ég var alveg að pæli hvort hann hefði fengið svo, ég held fyrst hann hefði mögulega fengið eitthvað og svo fengið bara aftur ælupest í kjölfarið en þú veist, svo þetta orðið bara hann að fá bara léttist rosalega mikið og rosa verkjaður alveg bara svona fram á jól og alltaf, þú veist, í sambandi við læknana og hvað er þetta langa tími? Mér líðunst það hafi verið mjög stuttu tími sko í rauninni bara nokkra vikur og við vorum líka alveg vön því að sjúkdómurinn hans færi einhverja lægð og maður hugsaði það alveg kannski ef hann hefur fengið eitthvað þú veist, einhverja pest í Marrakech, þú veist, og maginn bara lengi að jafna sig. Já, og kannski bara viðkvæmurinn mitt ef þú ert með eitthvað og þá bara já, hann greinilega bregðast svona við af því að hann með en hann hafði alveg farið í heila speglun sko, þú veist, tæpa ári áður. Já. Þá sást ekki neitt. Nei. Og hann var alltaf í mjög reglulega eftirliti bara út að það alveg sérstaklega til að fylgjast með þessu. Já. Og það alveg algengt að fólk með svona sjúkdóma fái einhverjar frumbreytingar og eitthvað. Og en þú veist, þeir voru ekkert að stressa sig á því og þú veist, maður fann, hann lét mig alltaf finna ég var bara, hvernig fyndi og ég fann alveg svona stórt hart og ég hugsaði mitt bara, getur þetta verið æxli, eins og var maður bara, nei, það getur ekki verið að það sé bara komið að risa æxli hann bara á ári Akkurat og svo var, en samt var ég bara, ok, augljóslega bara nú kom tími til að, bara, ég var meira að hugsa það bara nú kom tími til að vera stóma og hann var náttúrulega líka orðinn rosalega samtinn á sjúkdómnum sínum, þú veist, ég held að hann hafi verið löngu búin að gleyma, þú veist, hvernig það að vera heilbrigður. Já, auðvitað, þú veist, þegar maður er búin að vera svona lengi, bara að vera bara, þetta bara, svona bara lífið. Svona vanur ég að vera alltaf eitthvað, þú veist, það þurfa að fara á klóstið og eitthvað svona. Já. Þannig að, já, og ég var meira bara svona farði til læknis, þú veist, hættu að segja mér þetta og svo koma jólin og hann einhvern veginn kemst ekki að hjá lækni og þú veist, og það COVID og eitthvað svona alls konar sem að þú veist, þannig að ekki fara bara á móttöku út því að það var COVID smitt eitthvað í gangi og enda með því að ég hann í jólaboði með krakkana hjá minni fjölskyldu á milli jól og nýjárs og þá það var bara búið að plana speglun hjá honum en hann var bara heima þannig að svo hringdi hann eitthvað í mömmu mína og bað hann að koma með eitthvað til sín eða eitthvað, það var, man ekki hvað það var og hún kemur og sér hann og bara Bjarki, nú ferði upp á bráðamóttöku, þetta er ekki hægt og fer með hann og hann náttúrulega bara ekki hleypt aftur út og hann þau vilja bara spegla hann annað strax og þetta er allt í smá maður að rifja upp. Já, það er alveg krefjandi. Sko. Já. En allavega enda með því þeir vilja hann taka einhver svona úthreinsun og hann segir bara nei, þú veist, ég bara
geta ekki. Já. Hann var bara streiðstillin á mér lokaður, það eitthvað að og bara, ég mun bara, þú veist, ég get ekki tekið þetta. Nei. Og þar lét hann samt gera það og þá sprakk ristillin. Já, sprakk, þú veist, Kim gat á hann. Hann veit að það eitthvað. Já, hann finnur það alveg. Og Kim gat á hann og hann verður náttúrulega í kjölfari bara mjög veikur og fær lífhimnubólgu og þá honum bruna í aðgerð, bara því það út af fyrir sig eitthvað sem þarf að taka strax á. Já. Og ég fæ símtalanna og þegar ég sé hann, þú veist, þá ég bara, þú veist, hann bara svo peysaðinn og litinn, skilur við. Já. Og bara rosalega slappur að sjá og ég bara, ok, fuck, skilur, ég hafði mig talað við frænda minn sem læknir sem var þarna með mér og hann eitthvað, og ég svona pínu fegin eitthvað, þú veist, að segja hann sé bara loks fyrir aðgerð og eitthvað. Já. Og hann eitthvað svona, þú veist, bara lífhimnubólga bara massa vesen, þú veist, það ekkert eitthvað djók og ég bara, þú veist, þannig ég var ekki einhver ákjör lífhimnubólgu. Já. Og svo kem ég þarna og Bjarki að fara inn og læknirinn eitthvað, við ætlum að reyna að taka ristilinn með speglun, þú veist, svona ekki án þess að skera hann alveg og ég man að við vorum bara, nei, bara, þú veist, takið bara allt og ekki reyna að skilja eitthvað eftir, þetta bara komið gott og hérna eftir að, og ég var líka bara Bjarki á honum því ég var bara, þarna var ég bara, ok, hann bara, ég var ekki neinn, þegar ég fór af spítalinum þá var ég bara svona, með alveg mjög miklu ágjör á hann, sem maður ekkert vanalega, eða þú veist, fólk fer alveg í aðgerð og maður heldur ekki að það sé að fara að deyja. Nei. Og ég var alveg áhyggjufull þarna bara. Og svo kemur hann úr aðgerðinu og ég fæ bara símtal um að það hefur gengið bara vel þannig og þau hefur tekið ristilinn en það þurfti að opna hann og hérna, hann sé bara að jafna sig og ég megi bara endilega koma og kemur á spítala og þá hann hérna, ég man að var eitthvað svona takmarkar heimsóknartími mitt út af voru eitthvað smitt en það var bara eitthvað, já, ertu hægt að Bjarka, já, það bara opið fyrir ykkur og ég var svona, já, ok, hvað næs eitthvað, þú veist. Já, það var COVID þarna bara í fullu. Já, það var ekki fullu, það var eitthvað svona, það kom einhver toppur akkurat þarna. Já. Þetta náttúrulega bara 2022 eða eitthvað. Já. Guð, ég man ekki, já, það komin 2 ár síðan. Og hérna 3, ég þarf að telja, ég man ekki neitt. Já, þá 3, eða ekki? Já. Ég elskur bara líka bara, veitu, hann lifði 1,5 ár eftir hann greinist. Já, hann lifir í 1,5, já, þá þurfum við að reikna ég get ekki reikna þetta, ég bara, og það einhver tími síðan. Það svona nokkur ár síðan og hérna já, hann sem sagt ég kem hann upp á spítala að hitta hann og þú veist, og við erum alltaf bara ógeðslega fegin og bara, og hann bara komið stóma og við erum bara, oh my god, bara geggjað við bara farið að lifa lífinu og þurfum ekki alltaf að vera að pæla í þessum sjúkdómi og eitthvað svona. Einmitt. Svo koma læknarnir og maður heyri strax að það eitthvað meira, sko, en þeir eru ekki að segja okkur allt og svo kemur skurðlæknirinn og segir okkur að það hefur fundist krabbamein og hérna, en hún vill greinlega ekki gefa, þú veist, formlega greiningu, en hún bara, þú veist, þetta bara mjög alvarlegt og hérna, og þú veist, svo erum við alltaf að fá bara svona verri og verri fréttir. Það alltaf bara, við heldum í vonum að þetta sé svona einsinn og þetta í einhverju genagreiningu og við vonum að þetta sé þetta, þá þetta í lagi, en annars bara, þú veist. Og þarna hann upp á spítala að jafna sig. Já. Og tekur þetta nokkra daga að fá þessar upplýsingar. Já. Þannig þeir eru alltaf að fá kannski þennan daginn. Já. Ok, þetta ekki þetta. Ok, þetta ekki þetta. Mann kom leið hrikalega þarna. Og þá komum þessi sami frændi minn sem læknir kom til okkar og hérna ógeðslega fyndin típa en svona bara hérna mjög blátt áfram í samskiptum sem gaman að því, sko. Og hann bara, af hverju eru þið svona leið? Þið heldum að hann var að deyja í gær, sko. Þú veist, og ég var bara, já, þetta var svo skrítið. Já. Þú veist, ég var bara hrædd að hann væri að fara að deyja og svo bara, ef maður gekk glaður, svo maður bara hrynur veröldin þegar hann kom með krabbamein. Já. Og þú veist, bara allt perspektíf var bara svo steikt, skilur. Já, einmitt. Man veitur bara ekki hvernig man á að líða eins og niður. Einmitt. Og þetta alveg góð punktur. Man var alveg svona, já, þú veist, gleymið ekki að við erum lifandi og hérna
og já, þetta bara verður að fá að koma í ljós en þú veist, óvissan bara það óbærilegasta sko. Maður var eiginlega bara fann að vona bara, kottu bara með vestufréttinar því að maður getur ekki einhvern veginn á meðan maður að bíða þú veist, ég get hvorki varpað öndinni léttar né, þú veist, tekist á við eitthvað ástand það er rosa erfitt að bíða þannig að maður er einhvern veginn bara að hringla fram og tilbaka bara hvað er þetta og hvað er þetta og hvað, veist, hugsa öll bara svona scenario, bara þetta gæti verið svona hvað ger ég þá þannig að einmitt og maður gæti einhvern veginn ekki gert neitt og maður var rosalega máttlaus í þessari aðstöðu sko. Og Bjarki náttúrulega þarna líka bara með þú veist skurð hérna bara og ég jafnast eftir þá með lífinubólgu og þú veist bara svakalegt ástand á honum einmitt þannig að hann líka bara jafnast eftir eitthvað risa aðgerð og hérna bara að reyna að labba og eitthvað svona og við erum að læra hann á stómað og eitthvað og hérna hann náttúrulega bara var fáránlega jákvæður og duglegur og hugrekkur og þú veist stóð sér ótrúlega vel sko og hann var eiginlega meira að draga mig þú veist að labba heldur en öfugt þarna sko og fekk eitthvað styrk svona bara hann var bara hann típa líka sko hann var ekkert fara að gefast upp en svo komu bara þessar vestufréttir og ég man að leið alveg vika eða eitthvað þangað til að við hittum krakkana eftir aðgerðina sko og því okkur fannst það bara einhvern veginn ógeðslega ómögulegt að segja þetta skilurðu auðvitað, og það er bara annað stórt svona í þessu að þurfa að gera það algjörlega og tölum náttúrulega við einhvern prestana og fengum bara líka leiðbeiningar hvernig væri best að gera það Heiðrún hafði verið svo mikið í kór í kirkjunni og í eitthvað svona æskulistarfi þannig að við þekktum prestinn sem þar sem heitir Matthildur og hérna hún sérhæfir sér í sorg barna og bara vildi svo heppilega til þannig ég bara tala strax við hana og ótrúlega dýrmætt að þekkja eitthvað sem er akkurat og hún var með okkur þegar við sögðum þeim og sögðum þeim bara heima við vorum reyndar þau komið fyrst upp á spítala og þá sögðum við þeim eða þau bara hitt okkur og við sögðum bara svona pabbi væri bara svolítið mikið veikur og var ekki búin að fara í aðgerð en við sögðum ekki krabbamein eða þannig að það var einmitt. En líka bara svo gott að finna það þú veist, ég ætla að fara einhvern veginn þessa leið að þessu að fá einhvern sem bara veit og þekkir þetta áður en ég segi eitthvað og þú veist, þú segir þetta bara einu sinni sko. Ég veit það og það var alveg mjög gott að tala við hana og hún hefði bent okkur á bara þú veist, krakkar þurfa bara rútínu, þau þurfa að vita nákvæmlega hvað ár, þau eru rosa sjálfhverf í þú veist, tilverinu sem er bara rosalega gott þú veist, þannig að þau eru mest að pæli hvernig þetta varðar þau og þú veist, þau þurfa að vita bara að þau munu halda áfram að mæta í skólan og þau munu halda áfram að fara í íþróttir og bara pabbi mun þurfa að fara bara á spítala og svo koma heim og en við munum samt halda áfram og bara hvað áhrif þetta hefur þau var mest svona sem að við áttum að leggja áherslu á. Bara að þetta sé skýrt. Þú veist, að þetta sé ekki, ég held að sé svo óþægilegt þegar maður er bara eins og við, eins og þú varst að segja, bara óvissa. Ég veit það. Það er verst. Ég veit það. Og ég held að það sé líka fyrir krakkana bara 100%. Og þau þoldu allar og allt sem þetta sem búið að gerast, þú veist, þau hafa alltaf þolað ótrúlega vel svona worst case scenario sko. En leið að þau fá að vita. Já, erfitt að fá að vera ekki með einhvern veginn, Og þannig að það var alltaf bara stefna okkar að segja þeim bara sem mest og þú veist, þau eru þarna alltaf orðin alveg svolítið starpuð sko og skilja alveg svo mikið sko. Þau eru 7 og 9 ára þegar ég man það ekki hvað er það? Aftur að telja, aftur að bak þú sagði með það kannski, þú sagði 7 og 9 við mig sko, þegar við tölum fyrst saman en eitthvað þann aldur Treystum því Já þau voru alveg komið vit sko, en samt alveg magna hvað skildu líka ekki sko. Auðvitað, maður er svo ótrúlega lengi að fatta dauðan og fatta dauðan sko, það er líka bara og það er einmitt svona, þau eru náttúrulega að spyrja spurninga og mun pabbi deyja og maður er eitthvað svona við vissum alveg að það yrði við fengum alveg það
þær upplýsingar strax að þú veist, það væri bara yfirgnæfandi líkur að hann myndi deyja fljótlega og miklu líkur á að lyfjameðferð myndi ekki hafa áhrif og þú veist alveg bara var í rauninni gefið rosa svartar horf líka því hann er komið sér aðgerð, það var bara þú veist, þú myndi ekki ná að þyngjast, þú myndi ekki ná upp þreki og alls konar svoleiðis, þannig að þú veist, við vildum ekki fá neina tölfræði líka bara því að þetta var sko, flestir sem fá þetta krabbamein eru líka bara gamalt fólk, þannig að eitthvað svona meðal lífaldur var ekkert heldur eitthvað sem maður gat hort í, af því að svo var Bjarki bara rosalega hraustur í grunninn sko. Einmitt. Leit illa út kannski þarna því að aðgerðin er nýbúin að vera og allt þetta. Og svo var þannig það sem gerist líka, búið að taka ristilinn og hann var búin að vera bara glímaði þennan heilsubrest ógeðslega lengi og svo þarna var hann alltaf bara þegar hann jafnaði sér aðgerðina ógeðslega hraustur, fáránlega hraustur í krabbameinsmeðferð og öllu þessu. Hefur eiginlega bara sjaldan verið hraustur. Einmitt. Og já, þannig að þetta var, hvar var ég stödd? Segjum börnunum þetta. Já. Það var mjög áhugavert. Heiðrún satt svona í fanginu á pabba sínum og við segjum sérst að þessi krabbamein og hún fer bara að hágráta. Tilhneigingin, maður var alltaf að leitast við einhvern veginn að hlífa þeim, skilurðu. Já, það er tilhneigingin okkar sem foreldrar. Og þá vildi maður ekki segja þeim þetta, en þú veist, það er náttúrulega bara, þetta er bara staðreind, við hlífum þeim ekkert frá þessu. Það er ekki hægt. Þannig að þegar við segjum það, þá brotnar hún alveg niður, fer í fangi á pabba sinum og svo bara svona hágrætur og er bara nei og svo allt í einu bara ítur hún svona frá sér, er þetta smitandi? Bara og ég bara nei, þú veist, og þá fyrir hún aftur að hlæja, aftur að gráta og þú veist og svo eru þau svo flott í sorginni að þú veist, það var þetta bara og ég erfiðleikum, bara eftir smástund er hún bara að spyrja, þú veist, hvað er í matinn og það er náttúrulega bara ógeðslega gott að hafa börnin til þess að gera allt bara svona haldamanni niður í jörðinni, sko. Já, nefnilega. Þau ná einhvern veginn og þú veist, maður hefur svo oft heyrt þetta, sko, börnin á svona aftengja sig á annan hátt, er bara svona syrgja, síðan klára þau að syrgja þann daginn kannski eða þarna og síðan bara fara þau aftur alveg í sorgina, sko. Og þau eru líka ekkert með eitthvað svona fyrirfram hugmyndir það hvernig sorgin á að vera. Nei, eða, þú veist, hvað er viðeigandi eða eitthvað svolega, sko. Þú veist, maður á ekkert að vera neitt, skilur, sorgin kemur bara, hún kemur og fer bara og þú veist, svo er maður glaður og þú veist. Ég man mjög eftir því, sko, til dæmis þegar ég var svona úti svona fyrstu skiptin eftir að Gunnar dó og mér fannst, þú veist, eins og að ég upplifa rosalega mikið, þú veist, fólk var svo mikið að fylgjast með mér og svona hvort ég væri að brosa eða hvort ég væri að hlæja og hvort ég væri glöð líka, skilur og svona. Og mér fannst svona í, þú veist, fyrstu skiptin sem ég kannski hló fyrir framan einhvern og fólk var bara, það var svo gott að sjá þau brosa, eitthvað svona og maður var svo meðvitaður sig, maður var bara, hvað góður, þú veist, allt í einu fer maður að pæla í því að allir og krakkar eru kannski bara ekki að spá í þessu sem betur fer, sko, af því að það er ekki mælikvarði á hversu erfitt manni finnst eitthvað eða þú veist, ekki, það er bara líka menn gerir þetta líka, hann finnur eitthvað balans, þú veist. Og þú veist, það var bara ég hugsaði þetta alveg þegar ég var að fá fréttinnar alltaf verra og verri fréttir að krabbameininu þú veist, þá kom eitthvað svona hugsun bara, jæja, heyrðu, nú er þetta bara komið gott, skiluru, bara ég ætla bara ekki að fá samviskubiti yfir því að líða vel yfir neinu eða og ég ætla bara að taka allt jákvætt sem þetta ferli gefið mér og það kom bara upp eitthvað svona hugsun strax í byrjun bara nú er ég bara, það er búið að hendi okkur nógu miklum skít hérna, við þurfum ekkert að gera þetta neitt erfiðara, ég ætla bara að taka allt sem að gefst mér sem að gera þetta betra eða lífið betra eða skemmtilegra eitthvað og það var alveg léttir að hugsa því að ég hef einhvern veginn aldrei ég hef líka þurft að hugsa í gegnum þetta allt bara minna mig á það að ég er heilbrigð og ég varð að fá að vera þakklátt fyrir að vera heilbrigð og þú veist og ég varð að fá að horfa á lífið mitt áfram þannig að ég er ekki fara að deyja og þú veist ég varð að fá að vera bara glöð að ég sé ekki með krabbamein, þú veist, maður mátti ekki vera þú veist, þannig svona tilhneiging hjá mann líka vera þetta er sjálfsagt að hugsa þetta
en þetta bara Já. og bara Það er bara svo mikið af flóknum tilfinningum Já. þarna, sko. Og einmitt kannski tilfinningar sem að þú ekki að segja upphátt sem Einmitt. að gera þær þá bara flóknari, sko. einmitt, en svo veist mér bara leið og ég bara svona segja allt þetta upp á þetta, Já. þú veist, sem bara rosalega óþægild að segja Já, og þú veist, þá ég samt líka bara að fá meira jákvætt og þetta bara einhvern veginn, maður tekur einhvern veginn valdið af þessum aðstæðum meira, sko. einmitt. Þú veist, ég bara, þú veist, eins og maður leyfir sér bara líka að segja, krabbamenni gaf okkur líka alveg eitthvað jákvætt. Gaf Þú ykkur veist. annað viðhorf á lífið Já. og það er alls konar þannig. Og þú veist, við áttum yndislegt ár, þetta ár sem hann lifði. Og þú veist, aldrei ég með þess að segja að þetta hafi verið kostur sem ég hefði valið. Nei. En við hafði ekkert val. Nei. Þannig ég var bara, ég ætla eins gott að ég taki allavega það jákvæða sem að Já, að maður Kemur, reyna að sko. finna, þú veist, hvað get ég séð við þetta ferli. Einmitt. Þú veist, það er alveg erfitt að orða þetta á hátt það sem að hljómar ekki eins og maður sé að meina eitthvað allt annað, Nei, sko. þú veist, mér eftir þetta Já, svo drullu sama hluti sem voru að gera lífið mitt ómögulegt já, áður. já, Og þú veist, og þegar maður veikur og ég ætla því ferli, þú veist, þá var oft alveg svona margir bara, bara hvað það standa vel og líður ekki illa og ég var bara svona, ég hef bara svo oft á ævinni, mér hefur liðið svo miklu verð já, af því að ég var bara að fara lokapróf eða, Já. þú veist, eitthvað sem ég bara leyfði veröldinni að umturnast Já. yfir, já, en skipti engu máli. Þú veist, þetta ferli gaf mér alveg það að, þú veist, maður hefur bara aðra sýn á lífið og maður nýtur þess meira og þú stóru hlutinni skipta meira máli og, eða þú veist, Já, þeir já. sem hluti sem ég vil raunverulega skipta máli, Já. skipta meira máli akkurat og og allt hitt er þetta. bara, Já, og ég held að þú veist, það er auðvitað bara ólíkt hvernig fólk, þú veist, gengur í gegnum svona og tekur svona hlutum og þú veist, allt þetta og bara þá fyrir reynsla og persónleiki og svo margt sem maður spilar inn í. En sko, þegar maður, og ef maður getur komist á þann stað að sjá eitthvað sem að maður er þakkláttur fyrir eða hérna reyna að horfa á þessa reynsla á einhvern hátt sem líka, hérna, ok, þú veist, þarna, ég hef reynt, eins og með Gunna, þú veist, ég hef reynt að hugsa, þú veist, hvað ég þakklátt fyrir þessi 4 ár Já, sem ég einmitt. fekk og þú veist, ég fekk 4 ár en ekki minn en það Já. og ég fekk að vera hjá honum, ég fekk að kveðja í hann, þú veist, já. ég reyna að hugsa, þú veist, að ég sé þakklátt fyrir þau, sko, þessa hluti, en það er, mér finnst það alveg flókið, sko, það er alveg erfitt að segja að maður sé þakkláttur fyrir eitthvað þegar þetta er í þessu samengi Einmitt. að barnið mann sé dáið, sko. en svo líka ógeðslega dýrt að geta ekki verið þakklátt fyrir þessi 4 ár. Já, Út af því nefnilega. að þau eru ekki fleiri og maður er svona, Já, þú veist, það er rosalega sorglegt já, ef maður geti það ekki. já. Og ég er eitthvað svona, ég ætla ekki að leyfa þess að taka þetta allt af mér. Nei, einmitt, maður átti. Ég hef þetta. Já, ég átti þessi 4 Já. ár sem voru dásanleg og Já. þú veist, ég var alltaf þakklátt fyrir og mun alltaf, þú veist, og get núna, sko, þú veist, hugsað mann og hugsað minningarnar okkar á góðan hátt, sko. Og auðvitað, þú veist, hafa komið upp hugsanir hjá mér þar sem ég hugsaði eitthvað sér ósangjant Já. og þú veist, og þú veist, ég get alveg sagt að ég er ennþá alveg þar að þú veist, ég vildi að þetta var ekki líf mitt, sko, Einmitt. en ég hef samt getað hugsað líka bara, ok, hérna, þetta er samt staðarindin, einmitt eins og þú varst að segja, svona var þetta Já, og maður verður að finna leiðir til þess að það er líka lifa bara svona áfram. ærleysisbænin bara, þú Já. hefur ekkert val að breyta þessu, Nei, en þú veist, þú hefur val að vera jákvæð gagnvart þessum hlutum og þú veist, njóta þess sem þú hefur og hafðir finna það fallega í þessu, sko. þú veist, hitt er bara eitthvað svona biturleiki sem að, ég vil alltaf ekki ala á en það er svona eðlileg tilfinning. Já, og maður þar held ég bara þegar þessar erfiðu tilfinningar koma Já. sem maður er svona, kannski ekki, svona, langar ekki jafn mikið að, Einmitt. hérna, mann langar allavega ekki vera með þar alltaf, Nei, að leifa nei. þeim bara að koma og bara, já, nú líður mér svona. Já, Hérna, og ég er svona leifi, einmitt, þú veist, þetta er svona mismundi hvað ég leifi tilfinningunum að fara, þú veist, sorginni leifi ég alltaf að koma, en svona tilfinningum pínu er ég bara svona, þú veist, já, ok, en þú ert ekki velkomin, skilur, ég ætla ekki Já. að vera betur yfir þessu. nei, og En það auðvitað, fólk, þú veist, að meira Já, segja það, já, það er meira en að segja. en þetta er ekki svona tilfinning sem ég eitthvað, já, nú ætla ég bara að leifa mér að vera
brjálið. reið og bitur. Ég ætla að vera reið núna. Þú veist, það stækkar einhvern veginn bara það, Það gerir nefnilega ekki neitt Já. gott og það máli, maður á auðvitað, þú veist, er ekki gott að þegar maður fer alveg all inn í það, sko. Alltaf að hugsa bara hvað, þú veist, þessu einstaklingar Mhm. komu inn í hennan heim og fóru og hvað skildu eftir, Já. skilur bara góða orku, skilur Mhm. þannig Það er svo gott. að því það var alveg með okkur í eitthvað svona hvenær hefði það breytt einhverju allt annað en í þínu tilfelli þú Já. veist, en hann er 35 ára þegar hann deyr Já. hvenær hefði það virkilega haft ráðandi áhrif aldurinn hans Mhm. þú veist, ef hann væri 45 ára þetta þá er ógslæðið velt eða 55 ára eða, Einmitt. þú veist við vorum alveg, já þannig að maður getur líka bara hann lifði líka ógeðslega hratt lifði ógeðslega Það var búin að gera margt. búin að gera margt sko, við töluðum alltaf um það einu sem hann átti eftir var að verða afi Mhm. en þú veist hann vildi alveg vera lengur, það var ekki það Mhm. og þú veist, hann var ekki tilbúin til að deyja Nei. en maður hlýjar sér alltaf við það þú veist, hann háði að lifa ógeðslega góða lífi á meðan Já. hann var hérna sko Einmitt. og maður svo sætti að sagði þetta því að hann sagði þetta líka um mömmu sinna mamma sátti náttúrulega eðlilega mjög erfitt með þetta Mhm. og hérna hann sagði mér að hann hefði sagt að við hann hún var eitthvað alveg grátandi og hann var þú veist, hann var svo jákvæður og það var stundum óþolandi hvað hann var jákvæður sko. og hann var bara mamma, akkur er þetta svo væli þú veist bara ef að Guð hefði komið til þín fyrir 35 árum og sagt hérna, nú máttu að bjarga í 35 ár Mhm. það er ekki bara geðveikt glöð Já. þú veist, það er einhvern tímann verið eitthvað nei, ég láni lengur Já. það er ekki verið bara, jú, þú veist, þetta Já. er í boði eða ekki, Eða ekki, akkurat. þú veist Einmitt. og ég bara, Það er nefnilega málið og Já. maður myndi gera þetta allt aftur, þú Já. veist, ég hef hugsað það líka bara, þótt ég myndi vita einmitt hvernig þetta myndi enda hjá honum, einmitt, að þá, þú veist, get ekki ímynda mér lífið mitt án þess að hafa kynst honum og Einmitt. hafa fengið að vera með honum í 4 ár, sko. einmitt, Þannig að það er alveg hægt að horfa á þetta þannig, sko. einmitt Það er hægt að reyna að horfa á þetta þannig eins mikið á maður, Einmitt. þú veist. Svo er bara líkamanns og hugurumanns eins og hann er og stundum, Já, þú veist, já. bara hugsa hann eitthvað allt annað og maður er bara eitthvað, að hafa sem gang, en mér þetta var alveg svona stefna sem ég ákvað já, og það er ótrúlega aðdánuvert að Já. geta gert það, sko. þú veist, ég veit ekki hvað heldist það niður, ég man bara að Nei. það gerðist upp á spítala Já. og ég var bara, herri, þetta er komið gott Já. ég ætla ekki að taka við meir skít en ég er búið að henda henni í mig bara, Akkurat, nú ætla ég einmitt. bara að taka alla gleðin úr þessu sem já. ég get Og þið eigið í rauninni þannig árið það ekki? eigum geggjað ár, sko Já. við eigum bara, hann er hérna já, þær sérst fyrir maður hittum græmislegnin og hann er bara rosa svartsýn og þú veist en Bjarki er alltaf bara harður á því að hann ætlar að, þú veist ekki að fá að vita tölfræðina og ætla bara og við erum þannig bæði bara, nú, þú veist, bara gerum allt sem við getum og hérna svo bara ráðum við ekki öðru Mhm. og hérna hann stendur sér ógeðslega vel og bara er að hreyfa sig og borða hollt og hugsa fallega og er að gera allt sem hann á að vera að gera og meira en það og hérna þú veist, við erum bara rosa mikið bara að hugsa jákvætt og bara, þú veist, reyna að snúa einhvern veginn lífinu öllu. bara Já. upp í að besta Já. þú veist, án þess að vera eitthvað bara nú ætlum við ekki að borða neitt sykur Nei, eða nei, neitt, nei, þú veist, nei. það var meira bara þú veist, Lifa heilbrigð já, bara, og bara vera glöð og þú veist, já hann og við fáum þess að best case scenario væri að hann fengi það sem að kallast no evidence of disease Mhm. en þá myndi samt það er aldrei krabbameinslaus en það væri best case, hún sagði að það er svona 1-2% líkur en það þýðir samt að það sé krabbamein, og því að það var í einhverjum eitlum og eitthvað, þú veist, þannig að það væri alltaf vonaði að það myndi blossa upp aftur Mhm. og við bara, já, heyrðu, ok, takk við ætlum að fá það, bara, ok Einmitt. og hann fer í þessa meðferð og bara og gengur allt bara ógeðslega vel og maður líka bara hugsa vel um heilsuna hans til að bara, þú veist geta verið í þessari meðferð, skilur Mhm. af því að svo var alveg fyrir sig að, þú veist, ef hún virkar þá verða hann bara lengi á henni Mhm. hvort sem hún, þú veist, er hægt að minnka krabbamein eða eitthvað bara svona til að halda sér niðri og hann hérna fær þetta, no evidence of disease Mhm. sem er alveg magnað, þú veist, hann er hann bara í þessari skurðagerð hann Einmitt. í byrjun árs, fekk svo eitthvað sýkingu eitthvað tíman í febrúar eða eitthvað, þurfti aftur að fara inn á spítala og já, þá var ég mitt
það var þá sem við giftum okkur Já. upp á spítala Já. og Þegar hann fær þessa sýkingu. þegar hann fær þessa sýkingu Já. þá var eiginlega, þú veist, við vorum alveg búin að hugsa að gifta okkur áður og oft rætt það var bara einhvern veginn aldrei tími til að vera í ykkur svoleiðis pjátri, sko. Svo náttúrulega veikist hann og þá erum við ok, við skulum gifta okkur sumar. Ok. Svo gerist þetta, hann fær sýkinguna og ég bara frík út. Já. Og ég bara, ég get ekki ofan á allt, þú veist, þetta var náttúrulega annað skipti þarna að gerast. Þú veist, ofan á allt var ég bara eitthvað, ok, þá er ég bara einhvern veginn réttindalaus, þú veist, og ég bara ekki, ég meika þetta ekki. Og er náttúrulega lögfræðingur og veit alveg hvað þýðir, þannig ég eitthvað giftum okkur bara. Við erum bara upp á bráðamóttöku og ég hringi við vorum búin að byrja að sækjum, þú veist, maður á núna sækjum leyfi til að gifta sig. Þannig við vorum búin að senda eitthvað inn, við vorum bara ekki komið með það í hendurnar. En ég hringi bara í frænku mína sem er að vinna, er hann stöðu hjá sýslumanni og hún gat bara komið og gift okkur. Já, og þetta var samdægurs bara. Já. Og þetta var líka alveg þannig. Já. Ástandi á honum var þarna þannig þeir voru ekki að finna hvað var að og hann var bara organdi úr verkjum, sko, og maður sem kvartar ekki yfir verkjum. Já. Og þeir bara dældu í hann verkefliðum og það bara sló ekkit á. Og hjúkuna voru bara, þú veist, líka við farin að gráta þarna með honum, sko, bara þannig að einmitt á endanum kemur frænka mín og giftur okkur og þetta var bara opslega fallegt og þeir voru algjörð dúllur þarna hjúkurnar og starfsfólki á bráðamóttökunni kom hérna með eitthvað svona ramaskerti og töst eða eitthvað svona gerði fallegt úr þessu. Já, voru með svona dúk á svona lítlu borði og ég bara, krútt. Og hérna þetta var bara og Bjarki á svo verki, frænka mín kom inn bara, já, þú veist bara alveg sveitt bara hérna, hvað segið þið? Bjarki bara, ég segi bara já, bara hérna og svo tilbúin. Er það búið? Og hérna, við gerum þetta hann og það var bara mjög fallegt og pabbi var hann og hann sagði mér þetta hefði verið fallega statum sem hann hefði verið viðstaddur og ég held að það sé alveg mikið til því, sko, þetta var alveg svona dýpra. Og svo höldum við hann að brúðkaup sumarið sem var bara eitthvað úr eitthvað annari veröld, sko, það var bara eiginlega galið, bara allt gert náttúrulega með bara eitthvað engum fyrirvara en náttúrulega allir í kringum okkur bara meirinn tilbúinir að hjálpa okkur og hérna þannig að hún batnar svolítið eftir batnar rosalega mikið eftir sýkinguna og þið náðu síðan einmitt að gifta ykkur hann fann aftur að æfa bara með meistaraflokki í Álftanesi og það er reyndar ekki löngu tímulega en hann var á æfingum hann á tímabili og þú veist, er bara ógeðslega hraustur og þannig sumarið mitt er hann bara að fara í langar veðurtúra og gista eitthvað staðar í þú veist, einhverjum alls konar aðstæðum og þú veist, við höfum keypt okkur svona hjólhýsi fyrir sumar að því við vorum bara, við elskum verið í útilegum á Íslandi og vorum bara, ok, þá getum við allavega verið alltaf og hérna, þú veist, þú getur verið í lyfjameðferð með hann og hérna, þú veist, þetta er bara svo að vera í húsi. Einmitt. Þannig að, já, við giftum okkur bara úti, þetta var bara svona útilegubrúðkaup, öll börn voru og svo kom bara geggja veður og pabbi, sem sagt, ég náttúrulega gaf okkur ekki saman, en þú veist, var með athöfnina, því við vorum náttúrulega búin að gifta okkur. Já, akkurat. Og það var bara ótrúlega fallegt og dóttir okkar söng í brúðkaupinu og fallegt. Ógeðslega flott hjá henni, sko. Hún var bara, já, ég skal syngja og hvað ætlar að syngja? Ég syngi bara eitthvað sem kant, það bara, nei, ég ætla að hugsa þetta og bara, hvað ætlar að syngja? Ég ætla að syngja inn í löngu máli með Unni Torfa. Ég bara, já, þú ert viss, bara ógeðslega flókin texti og þetta var ótrúlega fallegt hjá henni. Geggjað. Ég held að það hafi allir verið grátandi hana nema ég í einhverju gæsaðingu. Já. Og hérna, og einmitt allir bara leggja hand á plóð hana og gera þetta ótrúlega fallegt og einhvern veginn syngur líka og ógeðslega gott veður, þú veist, það var bara eitthvað galið, sko. Já. Þannig að þetta var bara sjúklega gaman og bara góða minningar og eigum yndislegt sumar, sko. Já. Og erum bara ferðast og rosa mikið úti og svo dýrmætt að fá þetta seinasta sumar saman. Ég veit það. Þess að byrja bara og einmitt fáum þetta bara þarna einhvern tímann sumarið, þú veist, niðurstöðuna, það sé bara hérna þetta náum þessu 1-2% þarna eða hann og
sem ótrúlegt. Sem ótrúlegt Já. og við erum bara eitthvað, oh my god, þú veist, af því líka lífið þarna þannig að maður, sko, eins mikið og maður var náttúrulega bara mest að pæla í að Bjarka, þú veist, að lífið hans sem best núna og þú veist, allt svona fókusin var að Bjarka og að hann náttúrulega nái heilsu og bla bla bla, þá var ég samt eitthvað svona, að samt óvissan og við öll, ég veist ekki bara ég, Bjarki líka, þú veist, óvissan sem það hefur á lífið á mér og börnunum, hvort að pabbi að fara að deyja eftir ár eða 10 ár eða jafnvel bara komið nýtt lyf og hann bara lifir. Ég veit það ekki. Já. Við vorum alveg bara eitthvað, veist, við getum ekki lifað þannig að við séum eitthvað búin að ákveða að hann bara degi. Já. Þannig að og læknirinn sagði það alveg, þú veist, það bara það miklar framfarir í karmenslækningum að það ekki útilokað. Hún var alltaf fyrst, já það nú nánast útilokað, það alveg nánast útilokað, þetta sagt og nánast útilokað og endaði með að ég var bara eitthvað fyrir ekki, þú veist, hann fór í speglun tæpu ári áður en hann greinist með fjárhagslegs krabbamein. Hvað hefur sagt mér að vera líkurnar á því að hann væri komið fjárhagslegs krabbamein hann? Já, nánast útilokað. Og ég eitthvað, ok, þú veist, ef við þá ekki bara hægt að láta þess að það sé einhver staðreind sem við getum unnið með, þú veist, bara við vitum ekki hvað fara að gerast. Nei, akkurat. Þannig lifðu við svolítið. Já. Og svolítið bara svona, ok, nú erum við lifandi, Bjarki var alltaf að hugsa það. Núna virkar. Ég lifandi. Já. Ég hraustur, þú veist. En samt líka flókið. Því að ég var líka bara eitthvað, ok, við getum ekki segjum vonandi lifir hann í 10 ár. En þá get ég ekki varið næstu 10 árum þannig að ég hugsi aldrei hvað ég þarf eða skilur, og verið bara eftir 10 ára en ekki og bara ekkert búin að þú veist, bara svona hlutir sem að maður kannski að plana bara á ég að skipta vinnu, á ég að fara í flytja út í lönd eða eignast annað barn eða þú veist. Þetta rosalega skrítin staða að geta ímynda mér að vera í, að einhvern veginn vera og sen alltaf upp og niður. Núna slæmt tímabil og þá ábýtu hvernig verður bara næstu dagar og síðan bara eitthvað, heyrðu, núna lítur allt vel út, bara eigum við að gera það, þetta að gera plön. Þarna var alveg líka bara komið bara, heyrðu, kannski bara eignast bara annað barn og eitthvað svona, svo var þetta líka bara með svo vant inn í þetta, þú veist, maður veit ekki hvernig maður á að díla við þetta og maður var eitthvað svona ég var yfir höfuð bara eitthvað, þú veist, það bara eitthvað sem bara ógeðslega sjálfselst ef að við myndum fara að eignast annað barn þegar pabbi að deyja. Skilurðu, og ég var alveg svona, ég hefði alveg viljað að fá umræði það, bara af því að nú horfa ég tilbaka, ég bara eitthvað, ég hef alveg getið eignast barn, ég ætti það bara barn núna. Og þú veist, það ætti ekki pappa, ekki heldur hinn börnin mín, eða ekki lifandi pappa og auðvitað maður var alltaf að hugsa, hefði hann ekki fengið að kynnast eða bla bla bla, en þú veist, það bara ekkert gefið í þessu lífi, sko. Bara sjálfsagt að eignast barn yfir höfuð, þú veist, svona. Akkurat, þannig að þú hefði þurft kannski meiri bara umræð þarna, einhver var að spyrja þessar spurningar. En þú veist að samaskapi eigum við bara 2 börn og þau eru heilbrigð og við vantar ekki barn, skilurðu. Nei, og núna náttúrulega kannski einhver tími mitt til þess að hugsa svolítið um þig og börnin. Mitt. Og þú veist, þannig að ég er ekkert að segja maður sjá eftir þessu eitthvað, en ég hefði alveg vilja einhvern veginn, mér fannst ég veit ekki, með þessu var svolítið bara svona valið tekið af manni út af því að við náttum að tala um þetta, skilur við. Já, akkurat. Og svona aftur, kannski einhverja tilfinningar sem maður bara, má ég segja þetta, á ég að tala um þetta, þú veist. Ég vissi ekki sem hvort ég hef sagt þetta að Bjarka stundum, þú veist. Nei, auðvitað, einmitt. Og hérna, við ræddum þetta einmitt sérstaklega þarna eftir að hann færi þessar góðu niðurstöður. En svo bara máli á líka mér leður og silla þegar ég var ófrísk, sko. Þannig að það hefði alveg verið líka áskorun, sko. Og einmitt, þetta ekki beint eitthvað svona sem en þetta alveg lærdómur sem ég tók út, bara eitthvað svona, ef einhver þarna og að pæli í, þá hugsa ég bara, langar í barn, þá skal bara eignast barn, það alltaf fallegt að eignast barn. Já. Þú veist, svona, ekki nema að sé eitthvað sérstakt, sko, maður svona, ég held að það hefði bara verið öðruvísi, það hefði ekki verið eitthvað erfiðara eða auðveldara eða, þú veist. Einmitt. Þannig að, en þarna kemur tími þar sem að hann bara ógeðslega hraustur og en svo rjáttlast rosalega hrætt á honum þegar það byrjar. Og það var alveg þannig að það byrjar að dreifa sér í rauninni bara mjög hratt. Ég sést, amma mín lést svo
veiktist alveg svona líka verið eitthvað skyndilega og við vorum alveg nánar og hérna þóttu ógeðslega vænt mömmu mína þykir hún lést hana, ég man ekki einu sinni hvenær hún dó en það var hana október, nóvember Já, haustið bara hana Já. Og einmitt ég man þegar hún deyr þá hérna þá mér líður eftir á eins og það sé saga sem hafi verið skrifið fyrirfram sko, því að þú veist þetta er bara svona já hún amma var alltaf að segja þegar hann veiktist Guðrún mín, ég vildi bara ég geti gert eitthvað fyrir þig, ég vildi bara ég geti gert eitthvað, ég vildi ég geti hjálpað ykkur og elska mín og bara ég vildi bara hvað sem ég vildi gæti gert eitthvað og ég eitthvað svona, já, amma það bara eftir að gera eitthvað bara með því að vera til, sko og ég man þegar Bjarki veiktist, þá hugsaði ég svo kemur lífið alltaf svona í bylgjum það er aldrei eitthvað einbáran-stök, skilur, það mun eitthvað annað gerast Já. Og ég hugsa alveg, oh my god, ég myndi ekki meika að amma myndi deyja. Ég hugsa bara amma. Bara, ef amma myndi deyja, ég gæti það ekki. Þá myndi veröldin mín hrynja, ég gæti það ekki. Já, ég get ekki neitt meira. Nei, og ég hugsa bara, ef amma myndi deyja, amma var alveg mjög hraust hana, en þú veist, hún alltaf bara fullorðin. Já. Og ég hugsaði bara, ef amma myndi deyja, ég myndi bara hætta að virka. Ég bara gæti það ekki. Og ég gæti ekki eitthvað meira. Og svo deyr amma og hún var búin að vera í svona ferli áður og ég alveg svona hérna, þú veist það sem að var svona hún að fara að lifa, hún að fara að deyja og mér fannst svolítið eins og hún væri að ákveða það sjálf eða mér fannst það, þú veist, í þessu hún væri bara, ég veit alveg amma var þú veist, dó sátt lítið, sko, það var alveg en hérna, sátt hún var alveg tilbúin í það þannig, sko og hún hafði oft sagt það bara, þú veist, það var ekkert eitthvað, hún var búið sátt og hérna en ég var alveg, þegar hún dó, þá var ég bara svona amma, ertu að deyja fyrir mig? Ég hugsaði það alveg svona, ertu að sýna mér bara, ég geti þetta alveg og hérna af því ég var búin að hugsa þetta, ég veit, þú veist, þetta er ekki ámáttur náttúrulega fullt af barnaböndum en ég var bara, oh my god, ef amma hefði getað þá hefði hún gert það Já. Og bara til að sýna mér ekki þetta. Já. Bara og ert þarna og ert bara, það er hægt að lifa áfram. Já. Og hún deyr og ég man Bjarki var bara eitthvað út að hjóla þegar ég fæ svo símtalið að amma væri dáin, ég var inni með krakkana. Og hann kemur svo inn og hérna, við vissum þarna alveg þá var hún, þú veist, að deyja og hérna hún deyr og svo jarðarförin og við fáum símtalið á leiðinni í jarðarförina að það sé aftur komið dreifing hjá Bjarka. Okay. Þannig að þá var ég alveg að hugsa bara eitthvað svona, hvað líður þess að amma hafi verið að hérna heimurinn eða eitthvað hafi verið að segja bara, jú, nú getur þetta bara víst. Af því þegar ég man líka bara þegar hann fékk þessar fréttir aftur, þá var ég bara, jæja, þú veist, þá vissum alveg að þetta var stóra stríðið, skilurðu, að nú var hinlyfin hætt að virka og var ekkert mikið annað eftir og hérna maður vissi alveg að það var mjög aggressíft krabbamenn sem maður var með þannig að þegar maður fyrir þetta og vissi alveg bara, ok, þú veist já, maður vissi það og þá var bara svona, já, einhver stappa hann í fæturnar og bara nú þarftu bara að vera dugleg og fyrir náttúrulega ég það fyrir í ömmu og þú veist, er náttúrulega ekkert að pæla í ömmu og hérna ég man ég svona fekk eða mómentan árið seinna þar sem að ég fattaði bara, vá, ég var bara glemt að syrgja ömmu, þú veist, það var bara að því að svo tók bara við ferðlega sem Bjarka og bara raka mjög stöðugt, sko. Dreifingin var fyrst var hann alveg hress, dreifingin var náttúrulega bara í gangi og svo bara svona upp úr áramótum hann orðinn mjög slappur og það er alltaf að koma onni þetta eitthvað svona
sýking og Já, bla 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 sem að þannig að maður vissi ekki hversu mikið var krabbamein, hversu mikið var mögulega bara hægt að laga með sýklalyfjum. Einmitt. Þú veist, þannig að var alveg, ég var bara að skoða samtal frá okkur, bara, þú veist, það sem hann bara eitthvað, ég bara eitthvað að tagla í bílskúrnum í febrúar og við erum eitthvað pæli hvernig innréttingu ætlum að setja í, þú veist, og hann ætlaði að koma og ég var eitthvað að gleðja hann tagla í bílskúrnum og svo hann geti komið og verið með eitthvað geggja aðstöðu þar og hérna, en svo er hann bara dáinn, sko. Einmitt. Þannig að hann, já, þetta gerist í rauninni mjög hratt þannig í lokin, sko. Og þið ákveða, eða hann ákveður eða þið saman að hann muni bara fá að vera heima sína seinustu svona daga. Hann var búinn að segja það fyrir löngu, sko. Hann var búinn að segja alls konar. Hann vildi ekki vera lengi í einhverju svona lífslöka ástandi. Hann vildi deyja heima ef það væri hægt. Og þegar það kemur að því að þau eru að segja, að því það er búið að vera bara alltaf mitt statustöð er að segja við okkur að þetta er að vera meira dreifing, meira blablabla og þá þegar kemur að því að læknarnir svona taka okkur á svona fjölskyldufund og segja, þú veist, nú er komið að þessu, nú ertu komin á lífslökumeðferð og við munum ekki gefa þér sýklalyf eða, þú veist, að því að, hérna, já, máli var að hann var svo hraustur að öðru leyti, alveg meira sér þarna, að hann hérna, það var alltaf alls konar að fara að plaga hann var svo verkjaður, rosalega verkjaður og hann var farin að fá, sko, það var eitthvað eins og að væri eitthvað svona samkróningur í maganum eða eitthvað var að gerast þú veist, hann náttúrulega erfitt með að rétt úr sér já, alveg rétt líka, það var maður fann bara hérna eitlastekkanir í náranum á honum bara dag frá degi, sko og það var farið að vera þannig að hann gat ekki rétt úr fætinum og þú veist, hann var bara fastur eitthvað svona, þannig að þú veist, það var náttúrulega erfitt með gang og eitthvað svoleiðis, en hann var svo hraustur í grunninn að hann var bara labbandi með grind og þú veist, eða svona eitthvað stuðning eða, þú veist og hérna þegar hann fær þessa fréttir eða við fáum það, þú veist, nú komum við að þessu og þetta komum við að þetta stig og þá, maður vissi náttúrulega það væri yfirvofandi og þú veist, það var ekki óvænt en það kom formlega þarna þá segir hann strax bara eitthvað, ok af því hann líka bara eitthvað, alltaf bara engin vandamál, bara verkefni, engin vandamál, bara lausnir og bara alltaf bara til í, þú veist hann leit bara alltaf verkefni svo var bara þarna bara, já, þú veist, nú ertu bara að koma að þessu og hann bara, já, ok, og hvað þú veist, bara eins og það væri bara nýtt mál í vinnunni, sko og ég var bara, oh my god og hann sagði þá, einmitt bara, er eitthvað að flýta fyrir þessu, sagði hann og hérna það var ekki gefið mikið fyrir það, náttúrulega sem manni fannst alveg umlagt, sko, en sem betur fyrr tók þetta svo ekki mjög langan tíma. En það er alltaf ræðilegt að vera svona rosalega verkjar. Já, og við vitum alveg að hann er að fara að deyja og þú veist, það hefur ekkert upp á sig að, þú veist, þegar svo, þú veist, liðið nokkri dagur, þá var hann bara orðinn mjög, bara meira menn sofandi, þú veist, gat illa að tala, en hann var einmitt, þú veist, hraustur að öllu öðru leyti, þetta er ekki eins, og það var búið að vara eitthvað við því, þú veist, að því að hann það er ekki eins og það eldra fólk fer á líknandi meðferð eða lífslökumeðferð eða hvað, já, að heldur út af því að þau deyja oftast bara því að bara hjartað gefst upp. Já. Það var ekkert sem að var að fara að láta hann deyja. Já. Nema bara að það krabbameini myndi éta gata á eitthvað, skilurðu. Eða eitthvað svoleiðis, af því að hann var þarna bara greinlega var búið að var eitthvað að gerast, þú veist, fyrir neðan magan á honum, svona hérna, að búið að stíplast, já, og öllum þessum líffærum, þú veist að hérna hann virtist ekki geta nærstæðilega en hann var samt svangur og þystur það var eins og að væri bara, mér leið eins og að væri eitthvað að loka bara fyrir neðan magan á honum þannig að hann gat fengið í magan mat, skilurðu og það var alveg eitthvað að fara í gegn en hann hérna þú veist, það var örugglega það sem að já, þú veist, en það var ekki hægt að taka af henni mat og drykk. Nei. Það var bara svangur þystur. Já.
þannig að hann var með svona rörsondu svona út nefið sem að tæmdi í rauninni jafnóðum. Já. Þannig að hann þyrfti ekki vera svangur þyrstur en hann var ekki, þú veist, annars hefði bara maginn fyllst og hann var alltaf góðst bara eða eitthvað. Já, einmitt. Þannig að... Og þið með allar þessa græður bara heima hjá okkur, það? Það náttúrulega heimahjúkurinn sem kom, þannig að Hera sem svona líknandi heimahjúkurinn að þjónusta. Ok. Þau hefði alveg verið að koma til okkar eitthvað aðeins áður, bara því að hann, alveg löngu áður, að því að hann, eða svona já, byrjun árs kannski þegar það byrjar, að þá hann að fá svo miklar verki á nóttunni og eitthvað, þannig að þær þurfti að koma sprautan og eitthvað svona. En þá var hann að örliti bara en þá samt bara fara út að hjóla og þú veist, já. Alveg hraustur, en hann fekk svona rosa mikla verki. Og þannig að þær voru að koma og hjálpa hann með verkjastillingu alveg áður, þannig að þær heldur bara áfram að koma heim en það var í rauninni, svo var maður bara fann að gera, þú veist, maður alltaf bara að vera með honum í söllu og hann var komið með alls konar svona brunna og eitthvað fyrir, þú veist, sprautur. Já. Þannig að ég var bara búin að læra líka að gera það sjálf. Já, einmitt. Og Ég hef oft heyrt það að fólk verði bara næstu bara heilbrigðisstarfsmaður. Já. En þú veist, það náttúrulega ég hafði líka alveg eitthvað unni á hjúkrunarheimilum og eitthvað svona og ekki hrædd við þetta, þú veist, ég held að það sé líka rosalega persónubundið, sko, hvað það leggja fólk. Og Bjarki var náttúrulega bara, þú veist, stóð sér svo ógeðslega vel sjálfur. Ég hef ekki ímyndað mér að vera með einhverjum sem var ógeðslega neikvæður og reiður, sko, það hefði verið ógeðslega erfitt fyrir mig. Það örugglega svona önnur áskorun, skilur, annað sorgarferðli að líka sjá manneskjuna ótrúlega reiða. Og hann var líka bara að styðja mig ógeðslega mikið, sko. Já, akkurat. Fallegt. En svo vorum við náttúrulega bygguð svo ógeðslega vel að svona systir hans hjúka og frænka hans sem líka vinkona mín og mjög nátengt honum, hún líka hjúka og svo var líka önnur sem kona frænda mín sem líka sem að þau þekkja voru mjög góða vinnir. Og þannig að þær skiptust á að vera næturnar líka. Þannig að það var óbúslega gott því að honum leið alveg vel að hafa þær. Hann með ekkert leið vel að vera með eitthvað kannski, þannig að þetta var bara ótrúlega gott að, þú veist, og líka fyrir mig að þá sérstaklega, ég held ég að þetta hafi nú verið þannig að þegar systir hans og frænkas voru þá hafi þær, ég man ekki hvort að ég hafi gist þá, hann var í rúminu niðri og svo var bara þetta gist uppi og ég held allavega að systir hans hafi alltaf gist hjá honum bara og þá gæti ég bara farið að sofa og sofið heila nótt. Annars var ég alltaf að vakna og, þú veist, hringja og fá heimahjúkrun og, þú veist. Þannig að... En þið eru þarna komið með bara þetta á heimilið allt og þetta eru seinustu dagarnir. Já. Og þið voru búin að gera ógeðslega fallegt inn í herbyggi fyrir hann var svo stressaður að koma heim. Þú veist bara hvernig verður þetta, hvernig kemst ég inn og hvernig, þú veist, allt þetta og hann voru bara liða fólki kallað út og gert þetta herbyggi bara svona griðastæður, sko, og ótrúlega fallegt, þannig að hann horfði hann á mynd af Íslandi og elskaði Ísland og var alltaf bara að horfa kortið svona þegar hann var lág hann að sístu dagan og eitthvað með systur minni bara djöfull er þetta fallegt land bara og bara að horfa á kort, svona risastórt kort og hann búin að hengja inn hann að einmitt altarismyndina á brúðkaupinu okkar sem mamma svo búin að nýta og bara myndir og kósi og ljós og þú veist þetta var bara óbúslega fallegt og hann já, það var mjög fallegt og síðan eigið hennan þá seinasta dag saman þar sem að þú bara er það þá systir þín sem að er þá hjá honum? Nei, sko það hann er ótrúlega hress í rauninni bara fram á síðasta dag, sko og hann er alveg að segja brandara og þú veist og en sefur náttúrulega bara rosa mikið og ég man að síðasta daginn rist hann sig svona upp sjálfur og náttúrulega ógeðslega stór, þú veist, þannig ég hann var að lyfta sér eitthvað rosa vegalengt, sko og svo var hann bara eitthvað að drekka eitthvað og svo var hann djöfull er þetta leiðilegt og var svona meira bara eitthvað svo boring, skilur og og ég eitthvað, já, þú veist, ef ekki bara reyna að breyta eitthvað aðeins til í dag og að reyna að fara bara að setjast fram og kannski, þú veist, breyta aðeins umhverfi, fá kannski hundin í heimsókn eða eitthvað og
þannig að það var einhvern veginn planið þá og svo svona, hann að fá svona, en svo hann bara sofandi, svo hann að fá svona, eins og svona angista, svona vaknar upp í eitthvað svona angist, svona, og ég náði litt svona að tala niður, bara með því að fara í svona núvitund með honum, bara, hann alltaf meira með hann sofandi, hann var, ég myndi ekki að hann hafi verið eitthvað ruglað, þetta bara, maður fann hann var bara einhver svona ástandi á milli svefns og vöku. Og þegar þú segir angist, ertu að meina að hann svona bara eitthvað vakna svona kvíðinn já, svona, já, og eitthvað, greinilega ekki alveg átt að sjá hvað okkur hann tengdur í þessu snúrur og eitthvað. Já. Og systir hann sagði að þetta væri mjög algengt bara í lífslægum meðferð og hún vildi fara að gefa honum eitthvað lyf sem að myndi eiginlega bara svæfa hann og og þarna var maður líka alveg að búast við þetta bara eitthvað vekur svona, skilur einmitt. Og ég sagði, ok, en ég ætla, ég vissi bara Bjarki vildi það ekki og hann var bara búinn að segja svo var þetta svo orðið svo erfitt, ég bara svo, hann hafði aldrei dáið áður heldur og vissi ekkert endilega hvað hann vildi og ég treysti náttúrulega systur hans alveg til að segja mér, ég vissi alveg að hún vildi það sem var best fyrir hann og hún vinnur við þetta og þannig ég eitthvað svona, ok, ég vil bara að kannski við tölum krakkana og segja þeim að, nú sé síðasti sjansinn til að tala við pappa og svo fara hann bara að sofa og svo mun hann deyja og og við þannig næst ekki sá tími yfir daginn bara annarkvort var hann sofandi eða börnin eitthvað illa upplögð og þannig að það kemur einhvern veginn aldrei í þetta moment þar sem að það er eitthvað svona loka spjall og svo sitt ég frammi og ég var búin að hringi í mann frænku minnar af því að ég var, bara þó ég hafi verið bara svona fáralega vel fungerandi þá var ég samt bara þannig að ég gat ekki lesið, nafni mitt ég bara, og ég gat ekki gert alls konar svona og allt í hennu fór ég að hugsa bara, oh my god, er ég ekki með aðgangun Dropbox og alla myndirnar okkar og allt, þannig ég bið hann að koma, ég vissi bara hann væri tölvufær og bara þægilegur og kemur og bara svona, nenni þú að bara fara yfir allt og við erum alltaf með fingrafara hans Bjarka núna og hann getur örugglega sagt okkur eitthvað password og hann bara svona farið yfir þetta allt og skráði allt niður og svo sitjum við frammi bara beint fyrir framan herbergið og ég held að systir mín hafi verið inni hjá honum og hún að kallar á mig og segir eitthvað svona hvernig ég skil ekki, af því hann var með alltaf þetta rör upp sér og tala svo óskýrt þannig að var eiginlega oft þannig að enginn skildi hvað hann var að segja nema ég en hún var að kalla á mig og segja bara ég skil ekki hvað hann að segja og ég kem og hann að byrja þá mannabarnið og það kem og ég bara ok og ég rosa róleg og ég bara já hvað er hún eitthvað og hann knúsar hana og segir eitthvað bara svona lítið við hana og svo bara fer hún fram og svo bara aftur kalla systir mín bara eitthvað hann að segja eitthvað og hann að biðja hitt barnið og sama gerist og ég fer alltaf bara fram bara eitthvað bara að púsla og þessum myndir og aðganga og eitthvað og svo bara kallar systir hans á mig þarna vel henni segir systir hans ok, nú held ég að þetta sé bara komin tíma að gera þetta við náum ekkert meira hann ekkert að fara að ná sér eitthvað upp við náum ekkert meira spjalli og ég eitthvað bara ok, ég bara treysti þér og hún svo ég hjá honum og við erum bara að bíða eftir að Hera kemur og heima þjónustan og setja upp eitthvað svona dælu eða eitthvað en hún ætlar að fara að gefa honum lyfið og ég byrja bara aftur að segja og þessi núvitund alltaf bara að segja bara eitthvað manstu hvað gott að vera í kuldanum eitthvað sem ég veit hann elskar manstu hvað gott að vaða í svona köldum læk og þegar vatni snerti tærnar og manstu hvað vindurinn er þægilegur og manstu hvað fallegt upp í fjallakofa og hvað fjöllin er falleg og hvað þögnin er mikil og manstu hvernig við heyrum þögnin og bara eitthvað svona og svo stendur systir hans og segir bara og hann liggur ég sit hann bara svona með hann í fanginu og hann og hún segir allt í einu bara hver hún alltaf ég meinu minnir þannig hún stendur bara með sprautin í hendinni og bara hvernig held þetta sé að gerast núna og ég held bara áfram að tala svona við hann og segja hann bara nú með hann bara fara að veiða með afa
fjöllin og fara með vindinum. Þannig að þetta var ótrúlega, þú veist, maður getur ekki verið annað en þakklátur fyrir að fá svona moment, sko. Já. Og Þetta svo ótrúlega falleg leið til þess að fara. já. Og ég svo þakklátt fyrir, þú veist, mér finnst svolítið eins og bara lífið hafa mörguleiti verið búið undirbúið mig fyrir þetta. Þú veist, því þarf maður ekki bara, hvernig, þú veist, gastu gert þetta og þú veist, ég hafði bara séð fólk deyja þú veist, bara ég var að vinna í hjúkrunarheimilum, bara það hjálpaði mér og akkurat. og ég hafði verið, þú veist, inn í erfiðum jarðarförum, þú veist, áður og þurfti að horfast aðeins í augu við dauðann og veikindi, þú veist, svona í tengslu við fólki kringum mig, hjá ungu fólki og svona, sem að bara mörguleiti mjög svona keimlíkt en já, bara það gaf mér þetta, sko, að ég man þegar hún sagði þetta og ég bara, inn í mér bara, ég á aldrei eftir að jafna mig á þessu, maðurinn bara að deyja í fanginu á mér. Já. Og svo var bara eins og ég hefði slegið sjálfum utanundir, bara nei, nú ert þú hér. Já. Og ég nefndi bara að vera alveg á staðnum og þú veist. Og bara fyrir hann að fá að heyra. Ég vona það, þú veist, ég væri rosa mikill í að heyra þetta frá honum. Já. En þú veist. Að þetta séu, þú veist, seinustu. Já. Andartækjum hans, það rosalega fallegt. Já, að þú hafi náð honum niður, það svo fallegt, sko. Og þú veist, og það var alveg, fyrir mig var þetta bara, þú veist, eitt fallegast augnablik sem ég hef átt á ævinni, skilurðu. Og einmitt þetta aftur svona bara eitthvað, þetta vildi ég ekki þurft að kveðja manni minn hann. En ég er ógeðslega þakklátt fyrir það átt sérst að svona. Já, svo dýrmætt. Og bara þið greinilega góð í því að búa til fallegt úr því sem að, þú veist, maður kannski þegar maður hugsa það geti bara orðið fallegt, sko, en þið náðu að gera það þannig. Og það alveg svona annað sem maður bara eitthvað, þú veist, þetta bara lífið, þú veist, með öllu plúsum og mínusum, þú veist, ég vil vera eina til að upplifa lífið. Já. Það nefnilega það, maður þarf að upplifa svona hluti líka. Ég vil ekki deyfa mig gegnum þetta eða horfa fram hjá svona hlutum. Akkurat. Því þetta bara gefur lífinu svo mikla dýpt, sko, og bara tilgang og þýðingur. En þú veist, já. Geturðu sagt mér aðeins frá því, og takk fyrir að deila þessu, hvernig manneskjan var? Eins og ég er búin að segja, hann bara fáránlega jákvæður. Já. Það er bara fyrsta sem ég myndi segja, ógeðslega lífsglæður og jákvæður. Og þú veist, manni mitt bara, við komum heim á spítalanum fyrst og við komum heim og ég var bara svona grá og frosinn og bara, og hann fór bara upp að spila gítarinn og var bara ekki glaður að spila gítarinn, þú veist, og ég var bara, þannig að þeir eru nýbúin að fá fréttirnar bara. Já. Og þú veist, hann ógeðslega hugrakkur, ógeðslega sterkur, þú veist, líkamlega og andlega, ógeðslega stór, bara líkamlega og andlega. Þú veist, bara, rosa stór karakter, sko. Ógeðslega andlega, bæði bara mjög hvattvís og svona með ADHD, blessunarlega. Það er svo skemmtilegt. Já. Og hann bara ógeðslega klár, fyndinn, ógeðslega góður í því sem hann var góður í. Alveg bara, þú veist, bestur í öllu sem hann fekk eitthvað snefil af áhuga á, eða reyndar fekk aldrei snefil af áhuga á neinu, bara ógeðslega mikinn áhuga. Já. Og ógeðslega hjálpsamur og góður og svona bara ógeðslega innlegur, góð, allir, þegar maður fann það líka bara svona þegar hann var veikur og þegar hann dó, hvað þú veist, hann snerti rosalega marga. Já. Og hann átti óbúslega vel með að tengjast fólki. Og svona vinnamargur og átti góð sambönd við rosalega marga. Og hann bara, já, gaman að heyra hans meira hann líka.
og hvernig núna veit ég að svona seinasta ár sem að þeir eru búin að ganga gegnum þeir eru búin að gera samt rosalega margt eða ekki þeir eru búin að skipta vinnu og þeir eru búin að flytja og Einmitt, já. það er bara ný skóli og allt þetta fyrir börnin og svona Ég var alveg eftir þetta þegar við segjum Heyrunu og Ólafi hans er dáinn þeir eru náttúrulega bara nýbúin að vera inn í honum og svo er hann að deyja og ég segi bara við systur mína vilt fara með þau upp og ég fara bara upp að horfa og hann deyr og það líður svona hálftími eða eitthvað og þá fer ég upp og þau eru hann að horfa eitthvað mynd og ég man ekki hvort að presturinn hafi verið komin, ég held það og við segjum bara pabbi sér dáinn og þau kom mér alveg smá á óvart hvað þau urðu hissa og brugðust mikið við sko en aftur ógeðslega fyndið að fylgjast með viðburðinu þeirra Óla situr svona einhver svona ról og fer svona spark í vegginn eitthvað svo reiður og svona og Heyrún fer bara svona alveg bara öskurgrætur og svo allt í kemur af því þau hefðu verið okkur námskeiði hjá ljósinu fyrir börn með krabbameinsveika foreldra og Heyrún alveg elskaði það og svo var bara alltaf býtu námskeið, má ég enda að fara námskeið bara, og þá kom Ólaður mér finnst bara mjög óviðandi að við má fara okkar námskeið fyrir börn með krabbameinsveika foreldra, hann var svona gett reiður og svo bara eigum við ekki einu svona krabbameinsveikt foreldri bara og og ég var áhyggjurnar einhvern veginn sem hérst að þessu og svo sagði Heyrún svo fallega þú veist má ég fara í skólan á morgun mér langar bara svo að gera eitthvað venjulegt og þá var lífið búið að vera rosalega óvenjulegt og lengi og stópul skólagangan og bara all sókn í tómstundir og allt skrítið heimilið náttúrulega og allt bara og þegar hann sagði þetta ég var bara svona eitthvað já þú veist það er bara vonin að lífið verði venjulegt að því maður var alveg þarna á þessum tíma bara svona hvernig getur lífið haldið áfram og bara hvernig get ég lifa án Bjarka og hvernig getur bara tíminn haldið áfram að líða án Bjarka og svo þegar hún sagði þetta og ég eitthvað já lífið getur orðið venjulegt akkurat þá er ég ógeðslega glöð sko já og maður verður sko ég uppleiði svo mikið svona þakklæti fyrir hversdagsleikan ég veit það þú veist það maður allt í einu bara eitthvað það er svo næs þegar mér líður bara eins og ég geti bara eitthvað bara að fara og elda eða þú veist þegar það kom loksins sko að maður gæti fara að gera hluti venjulega sko og ég til dæmis ég gæti ekki hort á sjónvarpi rosalega lengi ég bara ég örugglega bara út af sko áfallinu ég held bara að ég var svo mikið í einhverju svona svimaði alltaf svo ótrúlega mikið svo lengi sko og því ég man svona í fyrsta skipt sem ég gæti hort án þess að vera svona með leins ég væri sko bara blindfull það var ótrúlega skrítið, þannig að ef ég horfði á sjónvarpið þá var ég, þú veist, svona eins og ég væri, þú veist, á hreyfingu. Í alvöru? Já, eins og ég væri sjóið eða eitthvað, það var ótrúlega skrítið. Ég held bara út að mér fannst svo surrealist að setjast niður þegar hann var bara dáinn og ég bara eitthvað, fyrir að horfa á eitthvað að hlæja. Já, einmitt. Ég bara eitthvað, varð svona bara og það fór allt bara snúast og þannig að ég, þú veist, ég finn það ég með svona allt aðra sín á það að eiga hversdagslegt líf, þú veist, að geta bara vakna á mótana og vera bara að fá sér kaffi og tala saman, ég bara, vá, þú veist, við getum bara gert þetta. Og settur í þvottavél og eitthvað, þú veist, einmitt. Þannig að ekki það ég sé bara að setja í þvottavél alltaf dag og er bara, nei, en bara hversdagsleikan, bara svona, já. Og það var rauninni bara alltaf markmiðið mitt eftir hún sagði þetta, ég bara, vá, þetta er svo rétt, þetta er bara, það er það sem við sækjumst í, lífið mun aldrei vera eins og ég mun aldrei jafna mig. Nei. Og ég mun aldrei einhvern veginn geta lifað á hann Bjarka, skilur við. Ég þarf ekki að finna hvernig ég á að gera það, maður bara gera það. Maður bara gera það. Þú bara, og þú veist, lífið bara allt breytist. Já. Þannig að verkefni var bara að finna eitthvað svona nýtt venjulegt. Já. Og mér fannst það ógeðslega mikið léttir þegar ég fór bara að hugsa þannig. Já. Og þá gerði það líka auðveldara að, þú veist, mér langaði ekki að halda í eitthvað líf sem að
maður bara haldið í einhverju svona óskækju, þú veist, því að lífið bara breytt og allt breytt og hann kemur ekki aftur og að vera einhver svona afneitun það og þú veist, og ég bara eitthvað svona af hverju bý ég hérna, af hverju erum að lifa þessu lífi, við, þú veist, þurfum ekki árindar, þú veist, þurftum bara að flytja og bara svona fjárhagslega mega það langmesta sens og bara upp á allt, sko. Þú veist, þannig að mér fannst það mjög gott að breyta bara öllu, sko. Já. Búa til bara, þú veist, skapa þetta, núna þessi kafli, núna annar kafli, einhvern veginn. Sætta sig við þetta svona sem fyrst, skilurðu. Já. Þetta tekur það alveg tíma og ég ekkert ennþá búin að því. Og sætta mig við þetta kannski skrítið, en... En samt bara, þú veist, eins og við erum búin að segja, bara þetta staðreynd. Þetta staðreynd. Sama hversu mikið, það rosalega sárt, sko. Sama hversu mikið maður vill ekki að þetta sé staðreyndin, þá þetta þá, maður þarf einhvern veginn að... Þetta bara svona. Já. Og þú veist, þegar Ólafur kom, var rosalega órólegur næsta dag eftir hann deyr og rosalega ómeðlegur, eðlilega skilurðu, en alveg svona ekstra og var alltaf að spyrja út í, þú veist, þegar hann fara að sofa bara, hvar pabbi og hvernig, þú veist, jú mamma, þú veist, og ég var alltaf að segja svona, pabbi verður alltaf í hjartan okkar og þú veist, alltaf að reyna að segja eitthvað svona fallegt sem ég trúi líka og þú veist, ég ekki að segja ósatt og hann var bara reiður þegar ég var að segja þetta og svo segi ég loksins bara, hann bara eitthvað, og mamma, hvað bara líka með þessu pappa og hvað gerist svo og þú veist, og hvernig get ég hitt hann, þú veist, og hann sagði eitthvað svona, og ég svona, við getum alltaf fundið fyrir pappa í hjartan okkar og hann eitthvað svona, en þú veist, ég get ekki, þú veist, verið að leiða hann og ég get ekki verið svona hjá honum og ég eitthvað svona, nei, þú veist, það alveg rétt, hann bara dáinn og hann kemur ekki aftur og við munum ekki geta knúsað hann og þú veist, það verður aldrei aftur og þá bara svona já, takk mamma þú veist, hann þurfti bara einhvern veginn að fá þetta fá þetta bara mjög skýrt já. Þú veist, ég held að sé alveg sama með okkur, þú veist, ef maður að hringla mikið með þetta í hausnum eitthvað en ef þetta hefði ekki gerst svona og ég vildi að þetta hefði ekki gerst og þú veist, maður einhvern veginn ekki að staðan bara þetta gerðist og það ógeðslega sárt einhvern veginn að maður í rauninni svolítið að halda sér í einhverju svona óvissu að það sé actually staðreyndin þannig að leiðum maður, og mér finnst það kannski svipu upplifun og þegar maður fekk bara loksins bara, þetta bara versta tegund af krabbameini að það var ákveðin léttir þó það var ekki léttir, en það losnaði maður við óvissuna og þarna var þetta sama bara, þú veist, þegar hann deyr, þú veist, það bara svona hugurinn manns vildi ekki trúa því og og ég finnum bara rosa svona óþægindi þegar maður fer að hugurinn manns vildi ekki bara breyta þessu Akkurat. Og leitaðist alveg við að trúi þessu ekki. Auðvitað. Og mér fannst alveg bara svona, ég upplifði mig ekki alveg lifandi heldur. Nei. Því að þú veist, þá hann farinn og ég væri hérna. Og þú veist. Ég alveg, þú veist, syrgdi mig. Ég gerði það alveg líka, sko. Stíða bara eitthvað, núna bara í rauninni svona hvað segi ég, svona ein útgáfa af mér dáin líka. Já, mér fannst það rosalega lengi, sko. Og ég hélt svo mikið að ég gæti ekki, þú veist, bara, ég vissi alveg kannski, ég var ekkert alveg þar ég mun aldrei brosa aftur, en ég var meira kannski svona, ég mun ekki vera svona lífsglöð og hress og þannig. Þannig að það líka, þú veist, ákveðið svona ferðlega að geta og þú veist, maður ótrúlega þakkláttur fyrir það, bara eitthvað, heyrðu, já, ég bara verða svolítið líka mér, þú veist, bara eitthvað, það hægt, það ótrúlega gott, sko. Það ógeðslega gott. Já. Og mér fannst það alveg vera bara, það var alltaf líka eitthvað sem Bjarki hafði alltaf, hann ógeðslega fyndin, hvað það ógeðslega gott að geta hlegið í gegnum þetta allt, sko. Já, akkurat, og mun eitthvað sem að, þú veist, þeir sögðu, það svo gaman, þú veist, að geta hlegið því og við vorum líka svo að, þú veist, stjörf í marga mánuði eitthvað eins og var maður að reyna að segja eitthvað sem hann sagði sem að fyndi og maður fór að hlæja og svo hann bara hágráta, þannig að var aldrei svona bara gleði. Nei. Skilurðu. Þannig að, þú veist, það útrúlega gott að geta núna sagt hluti sem hann, þú veist. Og hlegið án þess að það sé sárt. Já, án þess að það sé bara eitthvað svona, bara stingur, þú veist. Þannig að það rosalega munur. Það rosalega munur. Og ég held að það sé samt líka tengt þessu að vera bara, þetta ekki að rífa upp einhverja, þú veist, tilfinningu hann sé dáin, en þú veist að dáin, það bara staðfest í hausnum á þér. Já, akkurat.
Það er ekkert að fara að breyta því. Og mitt svo bara fór maður að sofa kvöldið og það því við erum að tala það bara venjulegt. Já. Og ég las upp á dýnuna, það deyr kvöld og ég var bara eitthvað svona systir mín og bara á ég bara að fara að sofa. Þú veist bara. Ég veit það, já. Á ég bara að loka augunum og bara fara að sofa. Já. Og bara ég sofna alltaf með, þú veist, eitthvað podcast í eyrunum. Ég bara setja podcast í eyrunum mér og fara bara að sofa. Það er bara fáránlegt. Það er bara fáránleg pæling. Bara gerði ég það alltaf. Af hverju? Af hverju var ég að sofa? Og hún er Bjarki bara dáin og ég er bara að fara að sofa. Ég veit það. Og svo var ég bara eitthvað, já, einmitt, bara að fara að sofa. Já. Það er bara eina sem ég á að gera núna. Ég hugsaði þegar fyrst gift sem ég fer að sofa. Einmitt fer upp í rúm, ég náttúrulega bara var dauðþreytt og var búin að vera vakandi ógeðslega lengi. Og ég fer upp í rúm og ég er að reyna að sofna og þá kemur upp í hausinn á mér sko, ég kynnti stelpu sem hafði mist pappa sinn þegar ég var lítil og ég er kannski bara 10 ára eitthvað og hitt hana bara, þú veist, þetta er bara svona nágranni og við kynnumst bara og hún segir mér pappa minn er dáinn. Ég bara, eitthvað og fyrir að spyrja hann ótrúlega mikið og ég spyr hana hvernig hann deyr og hvað hún hafi gert og hvernig það var fyrir hana og allt þetta. Og ég bara spyrja, ég bara aldrei tala við annað barn, eða við barn sem það hefði mist eitthvað, skilur, mér varst það bara ótrúlega, bara, ég var bara alveg og ég spyr hana, þú veist, hvernig hún, hvernig dagurinn var, þessi dagur þegar hann deyr. Og hún eitthvað svona, já, ég var búin að ákveða bara daginn sem hann deyr, þá ætla ég, að því að hann var veikur, sko, daginn sem hann deyr, þá ætla ég að horfa á Disneymyndir alla nóttina, út ég ætla ekki að fara að sofa, ég ætla að vera vakandi alla nóttina. Og svo sagði hún, svo bara gat ég ekki. Svo bara sofnaði ég veit ekki af hverju, ég var gett svona svegt messu. Og bara, ég ætlaði bara að vaka allan nóttina og ég myndi þetta. Þú veist, ég var bara svona við ráðmurski. Ég fer bara upp í rúm og ég sofna þegar ég sofna og kannski sofna ég ekki, en ég ætla bara upp í rúm. Þú veist, það var allt svo erfitt. Það var allt svo erfitt að taka allar svona ákvarðanir. Og systir mín var búin að segja við mig, og hún hefði lent í alls konar erfiðleikum og svona tengt veikindum og svona og hún sagði við mig þegar hann var veikur sko, þú getur alltaf þú veist, þú getur ekki stjórnað ótrúlega mörgu en þú getur alltaf reynt að borða og sofa og hreyfa þig og hverjum degi og ég var bara alltaf með það í gegnum allt ferlið, bara já, ok, það líður öllum illa ef þið borði ekki og sofa ekki og hreyfa sig ekki þannig að ég get reynt að stýra því en ég reyndi alltaf að sofa á nóttunni og ég reyndi alltaf að borða eitthvað holt á daginn og ég reyndi alltaf að hreyfa mig hvað sem var bara að fara út og fá mig ferskt loft eða fara sund eða eitthvað. Já. Það held ég að haldi mér á floti sko. Bara borða svo að hreyfa mig. Það var ekkert flóknara. Já. Ef þú tekur það út á þínum verstu dögum. Já. Það er bara ræðilegt. En auðvitað það samt líka bara erfitt. Ég veit það. En maður var bara þetta er eitthvað sem ég get stjórnað. Já. Og þetta er eitthvað sem bara ég veit að mér mun líða viðbjóðslega hvort sem hann er veikur eða ekki ef ég er ekki að gera sko. Já, nefnilega. Þannig að það var alveg svona bara, já, og svo munurinn er stóra áfallið mitt þegar hann veikist í rauninni. Þó að svo einhvern veginn allur heimurinn breytist þegar hann deyr. Já. Og auðvitað var það líka áfall. Já. En ég náði alveg að sofa í gegnum þetta allt og þú veist, ég þurfti ekki að maður var bara einhvern veginn svona undirbúið sér meira fyrir þetta ferli þegar hann deyr þannig að ég þurfti ekki að vera á einhverjum róandi eða fá einhverjum töflur til að hjálpa mér sem ég er úslega fegin en auðvitað er bara já, ég þurfti bara allt 100% já, einmitt ég hugsa líka bara það er bara svona hent líka, ég veit ekki nei, já, fyrir mig var þetta svona ég var rosa mikið bara eitthvað svona vissi ekki neitt og fólk þurfti að hugsa fyrir mig og eitthvað en ég er mjög þakklátt fyrir það hvað ég fekk gott svona sko ég get örugglega sagt að sé einni vinkonu minn að þakka sem er læknir að þú veist ég leitaði svo mikið til hennar sko og ég var bara hvað ég að gera þú veist á ég að fara á en ekki það svo var allir í kringum mig sem miklu áfalli líka ég reyna að muna nákvæmlega hvernig það var en ég veit að ég fer allavega á róandi og svefnlyf sko og kvíðalyf sko ég fer bara á allt einhvern veginn fyrst sko og síðan svona eftir á hyggja þá fer ég síðan þegar ég fer að tala við einhverja sérfræðingu og svona þá er þið svona svolítið skrítið hvernig það var allt gert og eitthvað en blessunlega þá þú veist er ég ekki lengur og ég náði rosalega vel bara með hjálp faglega að bara trappa mig niður á öllu og það gekk rosalega vel en ég veit ekki hvernig það hefur verið að ég ekki
gripið í neitt, sko. Einmitt. Ég allan þurfti það, en síðan er þetta náttúrulega bara Ég mismunandi. held að sé bara mjög algengt, sko, og sérstaklega þegar áfallið er Já, svona skyndilegt. já, einmitt. Það var einhvern veginn að verða allt svo óraunverulegt, sko. Já, en ég held að hafi bara klárlega hjálpað mér að, þú veist, ég var búin að vera allan tíman, Algjörlega. alltaf bara, ég verð að sofa, ég verð að borða, ég Já. verð að hreyfa mig, Já, ég verð að gera þetta allt. já, Þú veist, þannig að þegar hann deyr, skilur, þá var ég bara, já, ég verð bara að fara að sofa. Einmitt. Og þú veist, ég bara set bara tvíhöfði í eyrun, þú veist, og það sé fáranlegt, já, skilur, já, af því það, ég sopna við það, einmitt. skilur. Bara algjörlega, ég náttúrulega fer í bara sjálfsvísugsanir, Já, þú veist, fyrstu vikurnar. einmitt. Og bara, ég er bara svo ótrúlega þung á því, sko. Já, Þannig að, það var náttúrulega bara allt annað þar, sko, af því að þetta er svo mikið mitt bara sjokk, þú veist, bara eitthvað sem við heldum aldrei að vera að fara að gerast, nei. sko. En að öðru, Það að lokum, langar eiginlega bara að þakka þér, sko, af því að ég er búin að vera að hugsa á meðan þú ert að tala hvað þetta er, hvað þú ert bara í rauninni að segja sögum ást. Já, Þú veist, þetta er svo fallegt. Eins erfitt að er að hlusta á margt, sko, að það er svo mikið fallegt í þessu. Og svo mikil ást, og maður heyrir það svo mikið, hvað var mikil ást á milli ykkar og hvað voru bara, eruð og voru falleg fjölskylda. takk. Það er alveg gott að heyra þetta. Þetta er fallegasta tilfinning sem ég fundið á ævinni. Mhm. Það er sorg, og núna þegar hún kemur, þá er ég bara, wow, Já. þú veist, hún er alveg erfið, en Já, hún er ógeðslega falleg. já, það er Hún svo er mikil ógeðslega ást. góð. Já. Maður er svona heldur þetta sé óvinnumann, sko. Já, Já. þannig ég leifin alltaf, ég er eiginlega glöð alltaf þegar hún kemur núna. Mm. Þannig að sorgin er orðin venjuleg, Já, skilur. já, Og þú veist, einmitt, ég er ógeðslega þakklátt fyrir okkar ferðalag, sko. Og hafa kynst hann svona snemma og eignast börn með honum og allt þetta ævintýri sem við áttum, sko. Ég hef verið til í að vera lengra, en maður ræði því ekki. Nei. Algjörlega. Þannig að, já, ég man ekki eins og hvað ég var að fara að segja og ætli hafi ekki verið þetta, bara þú veist, þetta er náttúrulega bara ógeðslega erfitt, en ég held að ef þú leifir þér að vera að taka jákvæða hluti út úr þessu, þá ertu að fá ógeðslega fallega hluti líka, sko, samhliða hinnu, og það er alltaf lagi að fá þá, sko. Það bara, já, maður byrjar að meta lífa á annan Já. hátt eftir svona, já. Það er bara margt fallegt líka í því erfiða. Já, og ef þú ert ekki tilbúin til að horfa á jákvæða hlutina, þá fennir náttúrulega bara yfir þessa mannesku, skilurðu, og jákvæða hlutina sem hún gaf þér og sem hún er fyrir þér. Einmitt. Og ég man líka þegar Bjarki var að deyja og ég fór út að labba, hann var hann heima, bara 2 dögum áður en hann deyr eða eitthvað, og ég lagðist út í Heiðmörk og ég var búin að vera að hugsa svo mikið, þú veist, hvað er, og ég var alltaf komin í eitthvað svona útópist ástand, og Já, bara hvað erum auðvitað. við, hvað er Já, lífið, já. og hvað, þú veist, hvað þýðir þetta og eitthvað. Og ég er eitthvað svona, ok, núna er Bjarki heima og hann er að deyja og svo á morgun kannski er hann dáinn. En ef ég leik upp út í Heiðmörk, þá er það alveg eins, skilurðu? Bjarki er ekki nær mér, eða kannski er hann nær mér, en hann er alltaf ekki fjær mér og ég var að reyna að liggja út í Heiðmörk og finna fyrir honum þegar hann var lifandi og þá gat ég það. Já. Og ég bara, ok, þú veist, ég get gert þetta að ég veit, þú veist, að þeir einhvern veginn þá vissi að hann væri inn í herbyggi og ég bara, ég get alveg eins gert þetta þegar hann er dáinn, skilurðu. Það er ótrúlega fallegt að ná þessu, Já. þú veist, ná þessari tengingu fyrir. Já, og tengingin breytist ekki Nei, þegar fólk deyr. nei, eða hún fer allavega nei. ekki nema á leiðið að gerast, Já, skilurðu. einmitt. Bara sambandi heldur áfram Já. sem er á við aðalann sem maður missir, það er bara breytt. Já. Maður það bara núna, ok, núna er sambandi mitt við hann þú veist, á annan hátt eða í öðru formi einhvern veginn, hvernig ætla ég að halda þessu sambandi áfram. Einmitt.
og svo svona sárt líka, ég vildi ekki tala lengi hann í fortíð. Já, algjörlega. Af því að hann ennþá bara að hluta mér og verður alltaf hluta mér einmitt. og ég mun alltaf elska hann. Já. Og ég ennþá ástfangin á honum, Já. þó hann sé ekki lifandi. Já. Hann leiðir að kveðja, krakkana náttúrulega, það var það sem var erfast fyrir hann. Já. Hann var alltaf, það var svo margt sem hann ætti að kenna þeim og vildi vera til styðja í þeirra þau þurftu að gera eitthvað erfitt og eitthvað. Einmitt. Og hann var alltaf, bara að kenna þeim að byggja hús og skipta dekk og eitthvað. Og svo fannst mér allt eins og skýrt, þú ert samt búin að implementa til þeirra allt, sem skiptir máli til að þau geti skipt dekk eða byggt sér hús. Það er bara þetta mentalitet að það eru bara engin vandamál og bara lausnir og þú bara finnur út úr þessu. Og þó hann sé ekki fysiskt sá sem kenniði maður skipta dekk, þá bara eru fótspor eftir hann út allt og það er einhvern veginn eitthvað sem að sér heldur ekki. Bara brandarar sem ég segi sem að komu frá honum eða Akkurat. Þau lifa svona áfram í gegnum hann. Já, og maður tekur ekki eins og eftir, held ég. Nei. Og hann er alltaf bara að hafa ógeðslega mikil áhrif á mig. Allan enn tíma sem við erum saman. Og ég held ég greini það ekki eins og hvað af þessu er komið frá honum. Nei. Og held ég sama með, svona þinn bara, hans einhvern veginn ljós er bara. Já. Þannig sambandi þeirra á milli verði kannski bara, auðvitað verða allt öðru sig og eitthvað svona, en já. Hann mun alveg greina þessi ummerki eftir hann. Já, sonur minn, Pálmar. Já. Einmitt, sko. Og það stundum er bara svona svipir og eitthvað svona hvernig hann horfir og svo er ég svona, ok, hvað gerir ég? Og ég er alltaf svona eitthvað neginn að reyna að hugsa og einmitt, í stóru samenginu það skiptir það í raunin ekki máli. Það er bara gaman að sjá hann einhvern veginn. Já, að sjá hann í honum og að þeir geri margt sem er líkt og síðan þeir ólíkir á margan hátt líka. Einmitt. Ég vona svona, og það var það sem ég var hrædd í byrjun, að ég var svo mikið svona, hann fær ekki sömu foreldra og Gunnar fékk, þannig að hvernig á hann að geta verið jafn hamingjusamur og Gunnar var, skilurðu. Og síðan hefur okkur bara tekist ótrúlega vel að vera glöð í kringum hann og hann hefur, held ég, svo kannski mann hann segja eitthvað allt annað, en ég upplifa samt þannig að sko, af því að hann er svo glaður og bara eins og börn eru, að hann var 4 mánaða þegar þetta gerist og svona að hann var bara svo mikið gleðisprengja, þannig að við einhvern veginn, hann náði okkur alltaf svolítið upp með sér, sko, og fólki okkar í kringum okkur er svo ótrúlega náð honum, hann er svo náinn öllum í kringum sig, sko. Það er bara að hafa allir gefið bara 150% í að tengjast honum, sko. Þannig að hann er, og þetta það er ótrúlega fallegt. Svona, kemur að mörguleiti líka út af aðstæðum, skilur já, bara 100%, já. Hann er að fá allt öðru sér líf og óneitanlega þá er sumt í því sem er bara hægt að segja bara já, hann hefði ekki verið svona nánöllum. Nei. Einmitt. En þetta er alltaf bara eitthvað, það er ekki það maður vilji hefði valið þetta, en þetta er bara þetta samt æðislegt. Þetta er það sem gerðist. Já, og það er æðislegt að hann sé náinn öllum. Já, það er fallegt. Og kemur svo mikil ást í kjölfar þess að, eitthvað svona ræðilegt gerist. Og það var alltaf með það sem ég fann, bara samfélagi kringum hann, sko. Það er engin smá fegur í því, sko. Nefnilega. Ég held að það sé bara fullkomin lokaorð hjá okkur. Takk fyrir að koma. Takk fyrir.